Séra Vigfús Bjarni, sjúkrahúsprestur til margra ára og Ekki lengur. Nei. Í núna þau forstöðumaður Fjölskyldu- og sorggæslu þjónustu þjóðkirkjunnar. Já, og síðan ertu náttúrulega frændi minn. Já, það er langstærsti fyrir tilfinn. Mér finnst það nú merkilega heldur en allt sem þú taldur í báðan. Það verður allt svoleiðis verður mun merkilegra með árunum, ég geti sko alveg sagt. Það þekki eitthvað sem tengdumanni og... Já, manni þykir bara vænt fólk og kann man að fylgjast með því sem þú ert búin að vera að gera. Mér finnst þetta mjög aðdánuvert, kottnungur. Já, takk fyrir það. Flott hjá þér bara, lagnámsrikt fyrir okkur hinn. Já, það bara gaman að heyra og Það er að vera pínlítið montin aðeins stundum. Það ekki? Jú, sömuleiðis. Takk fyrir það. Það ég held að hvert sem, eins og ég sagði við einhvern tímann þegar maður segir nafnið þitt, sko, að þá vanalega segir fólk, hann er svo yndislegur. Næ, vonandi stendur maður undir því. Ég held að gera það. Herðu, já, svona það sem ég geri í 24/7 podcastinu. Það er mikið menna þátt. Takk fyrir það. Þá spyr ég ákveðnar spurningar, sömu spurningar vanlega. Já. Til þess að svona öðla sýnin í hvernig fólk horfir á lífið og þeirra lærdóm í lífinu og pælingar. Og fyrsta er svona spurning sem svona frekar opin og fyrir eftir einslíkum en hún er botnaði þetta. Sálgæsla er? Sálgæsla er að fylgja einstakling eftir í þeim aðstæðum sem hann er á forsendum viðkomandi manneskju. En leið lána dómgreind og þekkingu, leið fá fólk til að ná að skapa það traust, þannig að maður hafi aðgang að þeim hugsunum sem fólk er að kljást við, tilfinningum, og bæði orða hlutum tilfinningarlega og vitsmjölega, en á fyrst og fremst á forsendum þess sem er í aðstæðunum. Þetta er bundið við erfiðar aðstæður eða hvað sálgæsla? Nei, það finnst mér ekki endilega. Lífsbreytingar, krossgötur, geta verið óbærilega erfiðar aðstæður. Ég held að það sé nú bara frekar svona bara vítin í lífinu, sko. Og er sálgæsla, getur það verið einn og getur það verið með hópi og hvernig? Já. Sálgæsla getur verið einstaklingsvinna, hún getur verið fjölskylduvinna, hún getur verið hópavinna og ég held að hún getur verið samfélagsvinna. Og þú varst mikið að notast við sálgæslu þegar þú varst til dæmis sjúkrahúsprestur? Já, ég fór í framhaldsnámi í sorgar- og áfallavinnu í Bandaríkjunum til að vera sjúkrahúsprestur og þetta var mitt starf, stæðstum hluta samtöl við einstaklinga eða fjölskyldur. Og í þeim aðstæðum sem þau voru í, bæði stundum frá fyrstu mínútum þegar hlutir voru að gerast og stundum í langri eftirfylgd og stundum eftir erfiða hluti. Þannig að það getur verið í miðjum aðstæðanum og líka eftir þau og... Já, það getur svo samfylgd getur hafist bara þegar hlutir eru að gerast, sko, þegar fólk er að fá sín verstu tíðindi, sko, slys og greiningar og slíkir hluti, sko. Og þá þú oft maðurinn sem fólk greinir sig á, eða þú veist... Þá fólk í svona störfum nýtt til að fylgja fólki eftir þeim aðstæðum sem það er, ef það vill. Og hvað mikilvægt að hafa í huga þar? Hvað hefur þú lært þegar þú ert í aðstæðum með fólki? Fyrir það fyrsta, sko, má nota það alltaf mikið í kennslu, að öll áföll er á ákveðin sjálfræðissvipting. Það þú lendir í atburðarás sem þau aldrei valiðir. Þannig að búið að svipta því ákveðnum frelsi. Þannig að sálgætirinn sem ætlar að vera í þeim aðstæðum þarf náttúrulega minna sig á það að hann má ekki gera neitt sem minnkar sjálfræði fólks, heldur þarf hann að fara að vinna að því að auka það frá fyrstu mínútum, að fólk hafi einhverja stjórn í algjöru óstjórn. Það finni smá kannski öryggi í kaosinu. Já, ég meina þess vegna er náttúrulega líkil atriði hjálpar aðalans í svona aðstæðum spurningin, sko. Hvað þarf þú? Hvernig viltu hafa hér? Hvers þarnastu? Og annars slíkt. Þannig þróa maður upp samfélgina. Og hvað finnst þér hjálpa, hvað hefur hjálpað fólki sem þú unni með að komast í gegnum óbærilegar ástæður? Ég held að það sé nú margþætt. Ég myndi segja að það sé náttúrulega einstaklingsgerðin,
að hluta til. Fjölskyldugerðin gríðarlega mikilvæg. Það oft mikil hjálp í því að hjálpa með fjölskyldum að tala saman í erfiðum aðstæðum, það ekki sjálfgefið. Sumir einstaklingar hafa ákveðin þroska og ákveðna þrautseigju og ákveðin lífsviðþorf líka sem vinna með þeim, þannig að fólk kemst í gegnum ótrúlegust aðstæður sem maður getur ekki eins og hugsa sér maður getur ekki eins og ímynda sér Þannig manneskjan geymir alveg ótrúlega mikla vitt og mikinn styrk. Ég held að fólk sé yfirleitt sterkara en það heldur. Ég held að fólk sé þrautseigara en það heldur. Og maður sér oft aðstæður sem maður getur ekki eins og ímynda sér eða hefur oft séð. Og ef maður myndi setja sér sjálfur til spór, hvernig bara fer fólk að þessu, en fólk gerir það, oftast náttúrulega það á ekki val, það þarf að halda áfram einhvern nátt, en fólk nær ofta alveg ótrúlega miklum árangri í lífinu, þrátt fyrir. Þannig að við erum sterkar og þrautsæri heldur við gerum grein fyrir? Ég tel svo vera, já. Ég sannfærður það. En það ekki skilaboðum til þess sem þjáður, maður sér það bara eftir á. Maður sér það ekki í miðum aðstæðum? Nei, þar gildir ekki hvatningin. Fólk ræður ekki við hvatninguna þar, Hvað er það? Vonin sem heldur þeim? Ég held að það sé bara andartækið að lifa af, til að byrja með. Já, bara mínútu fyrir mínútu og klukkutíma fyrir klukkutíma. Já, ég held að sumar aðstæði geti verið þannig í fólki. Það sé bara fyrir mínútu. Já. Þetta ef maður myndi lista svona mest krefjandi störf, þá væri þetta líklega eitt af því, eða hvað? Ég veit ekki hvort það sé eitthvað gott að vera stigsett eða þetta eitt af mörgum krefjandi störfum sem fólk í. En ég myndi segja að það veri vandasamt og ábyrgðarmikið. En ég held að öll störf sem hafi á einhvern hátt að gera með samskipti og séu alltaf mjög krefjandi og krefist vandvirkni og fagmennsku, Ég allavega ég hef allavega ákveðna reynslu að vera með þér í svona aðstæðum. Já. Og það allavega ef ég tala bara frá mínu brjósti þá fyrir flestum fyrir alla í þeim aðstæðum var ómættilegu stuðningur sem við fengum frá þér allavega. Það er fallega sagt. Og ég held að það sé gífulega mikilvægt. En síðastu náttúrulega að kenna öðru fólki á að sinna sambræðlegri. Já, það er endurmenntun háskólan sem við boðið upp á meistaradiplómanám í þessum fræðum, svona sem sorgar áfallafræðum á forsendum sálgæslunar. Það sem farið í hefðbundin meðferðarfræði, bæði fjölskyldu og einstaklinga og líka svona tilvistarleg fræði og svona blanda af góðri heimspeki, sálfræði, þekkingu og geðlæknisfræðinnar og trúarbragðanna, sem heildranna sýn á mannin í vinnu. Mjög áhugavert. Mjög skemmtilegt. Og þeir eru að vinna eins og með Viktor Frankl Við erum að vinna með Viktor Frankl, það er ómissandi. Sú saga er náttúrulega tímamóta saga frá síðustu öld og náttúrulega boðar mikla von í óbærilegum aðstæðum. Við erum að láta þau lesa líka Reddit, sem við skrifa hérna frægu bók The Choice, sem er mögnuð saga af líkri reynslu, nema það er bara barn sem lendir náttúrulega í útrýmingabúðunum, en ekki. Hún er merkilegur höfundur í Bandaríkjunum, því hún er svona orðið mjög fullorðin og hún er að gefa út metsölum bækur hérna fram á hvað er ekki rúin að vera nýrað, held ég. Jú, mjög gömul allavega. Já, allavega vel lífsund og þekktur meðferðaðil í Bandaríkjunum. Nú svo eru þau bara að lesa klassíska áfallafræði og trámafræði og sorgarmeðferðir og svo William Worden og allt þetta bara klassíska, Það var einhver grein á Harvard Business Review sem er svona meira tengt viðskiptaheiminum. Já. sem var að lýsa til dæmis ástandi sem við erum búin að ganga gegnum núna síðustu árið, að óþægindi sem við varum að finna fyrir væri raun og veru sorg, væri kollektív sorg og taldi þá upp þessi 6 stig sorgar, Já. Mér finnst það svolítið áhugavert. Já.
Ég ætla að sko, á einhverju fasa hefur við farið gegnum einhver svona kollektív áfall af viðbröð sem önnur heldur en sorgarviðbröð, sko. En ég held að sé við fyrir aftur á móti séum það sé alveg hægt að fullera eftir sem hefur liðið lengra inn í faraldurinn og alveg eins og bara með áfall, fyrst áfall þar sem maður bara rétt lifir af og maður aftengist, sko, bara til að lifa af. En sorgin náttúrulega ákveðið heildrænt ferli þar sem maður fann að tengjast tilfinningur sem aftur er búin að upplifa svolítið hvað ég hef mist og að raða því upp. Þannig að eftir sem lengra hefur liðið þá er það líklegri greining. Og ég held að það er ákveðin sorg, hvernig hefur verið takmarkaður aðgangur fólks og svo náttúrulega fólk að verða fyrir áföllum bara eins og að missa vinnuna sín og svona sem eru bara mjög stór og mikilvæg og erfið verkefni fyrir fólk að takast af við. Já. Og það er búið svipt okkur hellingsfrelsi. Missa tengu hvort annað líka. Heldur betur og það er alltaf að sé að á þessu persónulega leveli eins og þeirra fjölskyldur ekki geta umgengist einstaklingar sem eru kannski fári veikir vegna annara sjúkdóma bara út á sóttvörnum og öðru slíku. Ég veit að margar krabbameinsfjölskyldur hafa átt mjög erfitt í þessu, sko. Af því það er alltaf að vera bæla ónæmiskerfin oft til lækninga og þannig að, veistu, fólk eru ekki geta sinnt eða verið með þeim sem þau elska mest jafnvel bara fram á síðustu stundu, sko. Það er bara alveg ömurlegt. Þannig að mörg okkar eigum lítið bátt með við það fólk, sko. Já. Þetta er svona, lífið er nú erfitt fyrir, síðan kemur þetta og gera það ennþá meira krefandi fyrir okkur. Já. Það er bæði mjög gott og erfitt. En það ekki. Ég held að sé gott upp á lærdóminn sem það vondi kennur okkur sem flestum. Já, það er þetta að læra af öllu í þessu lífi. Maður bara átt á þess, en ég held að maður mig samt passa sig alltaf að hver og einn verður sinna fá að ákveða hver lærdóminn eða hvort einhver lærdóminn Já. Þetta er rosalega mikilvægt líka að réttlæta aldrei þjáningu. Maður réttlætir alltaf úrvinnslu en aldrei þjáningu. Ég held að þjáningi getur verið mjög tilgangslegs ein og sér, sko. En úrvinnslan er aldrei tilgangsleg, sko. Nú réttlætir ekki þjáningu? Nei, það sem ég á við með þess er það að ég myndi aldrei ganga inn í aðstæður annarra og útskýra fyrir einhverjum að hann sé þjáður vegna einhvers og það muni leiða til einhvers góðs fyrir hann, sko. Já, ok. Það er ekki mitt að gera það. Nei, að ráðleggja honum einhvern veginn. Já, sko, en ef fólk getur sjálft komist að þeirri niðurstöðu að þjáningin hafi verið kennari fyrir það. Það verður sjálft að orða það. Það verður sjálft að draga sína merkingu úr því. Já, merkingu, það er gott orð. Ég er alveg, því ég hef alveg séð þjáningu eyðileggja fólk, sko. Já. Það er tilgangslaus þjáning. Er það ekki þá munurinn á, sko, umfram þjáningunni sem er kannski ónauðsynleg? Ef þú fattar hvert ég er að fara, þú veist, eins og í búddism maður oft talað sko, þú fáir eina ör í þig og það er bara lífið, það er bara erfiðleikar í lífinu, kannski áföll og okkur sliðis, en þú getur endan valið hvort að þú fáir aðra ör í þig og það eru kannski svona merkingin og viðbröðin og... Já, ég menn þarna eru mjög merkileg trúarbröð að útskýra þjáninguna hvers eðlis hún er og okkur praktískt svar við því. Þarna ertu búin að búa til svo mikla túlkun að sá sem aðhyllistana þarf að fá að gera það bara sjálfur, sko. Og ef búddistinn túlkar sína þjáningu svona, þá er það bara mjög jákvætt af því að hann er að túlka það sjálfur. En ef ég mæti með þessa heimsmyndin í þína þjáningu og segir, þetta er nú svona, frendi, þá er ég að misbjóða þér. Elsta þjáningarit mannkynssögunar og mjög gott fagrit og allt fagfólk ætti að lesa er Jóbsbók. Hvers svona þjáist hinn saklusi. Og þar er sá sem skrifa þá bók fyrir 3000 árum í Sandurma í eyðimörkinu, sko. Hann eða þau hafa komist að því að þau láta þarna vini hans mæta á staðinn þegar hann er hún allslaus og er algjörlega þjáður og þau láta hann mæta inn í vinina mæti aðstór og segja, heyrðu, þú þjáður Jób út af þessu og þessu og þessu. Ef þú ekki gert þetta, þá er þetta ekki gert, nú skaltu hætta þessu, þá mun þetta er kallað retribution eða lögumál endurgjaldsins. En hann þurfti náttúrulega bara að fá einhvern til að hitta sig og hlusta á sig, sko. Já. Við erum ekki einhverja kappa sem mætti þú þjáður út á þessu og þessu og þessu. Og það fylgir mannskepnunni
ákveðin tilhneiging að útskýra þjáninguna á auðveldan hátt í lífi annar en svo lendum við sjálf í þjáninguna þá erum við í vandræðum stundum. En viljum við ekki einmitt þetta þegar kannski við erum til dæmis þegar við segjum einhverjum mönnum frá þeirra hlutum þá stundum viljum við ekki fá einhverja ráðleggingar eða einhverjar ástæði fyrir því, heldur viljum við bara einhver tengi við okkur kannski og segja bara ég held að það er samhygð og samkennd. Það er gullið sko. Já. Jú, við viljum að við sem séð og heyrð. Já. En ekki að ég setjast niður með þér spekingslegur í þinni þjáningu og fara vitsmunulega greina hann og útskýra hann og segja hvað það gera. Þú þarft ekki á því held að þú þarft ekki að tjáða þennan sársauka til að byrja með. Og einhver þarf að geta hlustað þig og tengt þig kannski tilfinningarnir sem vortu. Og ég ætl ratað hennar sársauka með þér og spurti hann hvers eðlisinn, hvað er hann að gera? Að sálinn fá að tjá sig sko, tilfinningarlega. Því við erum svo ég hef ekkert með það að gera fá ég hjartaáfall að hlusta á það endilega strax að vegna þess að ég er í ofþyngd eða hef hreyft mjög lítið eða gert eitthvað fjandann ég þarf ekki að heyra það þarna. Nei. Ég er að tjá það þessa reynslu sem er svo vond þá þarf maður bara einhvern veginn að tengja við sig. En svo getur vel verið að heilbrigt lífverðni verið síðan lífsniðurstaða mín sko. Það er allt annað mál. Þú ert að velja hana. Já. Þá er þetta bara komin á annar stig. Ég man einhvern tímann sko, ég átti það til að detta strax í einhvern bjargvætt og einhvern ráðleggjara. Já. Og ég held að sé algengt af fólki. Ég held að sé náttúrulega algilt af fólki. Algilt af fólki, já. Án þess að fá leiðbeiningu það. Já. Og ég fattaði einhvern veginn að mér fannst að gera mig bara fjarlægar öðrum heldur en að færa mig nær öðrum. Og mér fannst að gera einstakleikum, sko nú er ég bara að tala mig ekki í mínu kannski professional starfi heldur bara í lífinu, bara vinir mínir og fjölskyldumeðlimir. En leið og einhvern veginn ég tengdi bara frekar og satt aðeins með þeim. Tengdi við það sem voru að segja, tengdi við tilfinningar, tengdi við kannski, ég held að maður getur aldrei upplifað sko séð hlutunum með sömu augum eða upplifað nákvæmlega sömu aðstæður, maður getur alltaf tengt við undirliggjandi tilfinningu, kannski kvíða, reiði, sorg, depurð, maður getur tengt við það. Já, og það getur verið hjálpa að nefna þessar tilfinningar nafni með viðkomandi, þannig að getur sett nafn á þau. Já, það virka mjög vel fyrir fólk. Já. Og þá er maður að leyfa fólki að hafa þessa líðan á þess að þurrkan í burtu með handafli. Þegar þú nefndir nú professional, maður hefur oft lengt því að gera þessi mistök líka professional til að maður er þreyttur. Þá minnkar getan til að heyra í fólki. Já. Og þá fer maður að ráðleggja. Þetta sé ég mikið að þegar við erum eins og í náminu hjá okkur, þá erum við fullt af verknámi, þegar við gera viðtalsæfingar, bæði við fjölskyldur og einstaklinga. Maður sér þetta alveg að maður þarf að þjálfa fólk í þessari getu. Já. Af því við viljum vel, og svo sem mætir vel meinandi, mætir til að vilja leysa vandamálið. Við þurfum þess bara alls ekki alltaf. Nei, ég held að getum verið flestir duglegir að hlusta eins og við viljum aðeins hlusta okkur, sko. Já, það sé rétt hjá þér. Og það er mikið af frösum í gangi alltaf hjá okkur. Frösum? Já, við notum oft mikið frasa bara svona til að takast á við lífið, skiljum. Það eru svona einhverja svona lífskvatningafrasa sem getur alveg verið fallega meinandi en það er bara ekki við í miðri þjáningunni. Nei, svona líka sko, ég heyrt orðið toxic positivity. Já, það er það. Það sé bara lítið jákvætt að það staðan. Já, bara svona, veist, viltu heyra það? Nei, þú getur ekki heyrt það. Held ekki. Þú átt ekki rétt að þig kannski. Þú átt ekki rýmt í það. Nei. Já, frendi, ég var að halda áfram. Þú stýrir þessu hörkulega. Hvað miskilur fólk við þig? Hvað fólk til og með að halda um þau sem er ekki rétt? Ég veit það ekki. Þetta er nú góð spurning. Ég held að ég sé nú til dæmis ég sé svona viðkvæmur heldur að fólk haldi. Ég held einhvern veginn að sú mynd svona sjáist ekki alveg alltaf á mér. En það hefur breyst mikið með árunum, miklu þroska, maður er nú betur fyrir skána með árunum á sömuleyti. Ég held til þess þegar ég var
ungur, sko, þá hefur fólk haldið að ég væri hrokafullur og svoleiðis, sko. Ok. En ég held að svo mynd sé nú ekki lengur, en vonandi ekki. Ég svona, það hlið á mér svona ég er gamasamur aðeilinu. Ég held að fólk kannski tengi maður nótaldið við dálítið miklu alvöru stundum, sko. Þannig að... Hann léttar yfir þér. Ég hef mjög gaman að fíbla gangi og öðru slíku. Og þegar að mér líður vel, þá er það svolítið stór hluti af mínu eðli. Já. En maður alltaf getur ekki verið mikið með þær birtingamyndir alls þar. Nei. Viðkvæmur þá að þú sér þá bara bara tilfinninganæmari og svona, eða? Já, ég held alveg að fólk kannski haldi alveg að maður hafi tilfinningarlega næmni, en ég tek hluti nærri mér stundum. Ég hef alveg mína kviku, svo sagt þér. Eins og vel? Já, akkurat. Mannlegur? Mjög mannlegur. Alveg gríðarlega mannlegur. En ég held að það sé svona, ég vona maður eftir að þróast þannig, mér finnst fallegt að menn þróast þannig að verða svona, sem ég kalla meir gamalmenni, ég vil þróast þannig. Meiri gamalmenni? Meir gamalmenni. Meir gamalmenni, hvað þýð það? Það er bara svona þegar maður verður viðkvæmari með aldrinum, ég held að það sé mjög góð þróun, sko. Viðkvæmur ekki merkingunni fyrir sjálfu sér alls ekki, heldur bara svona, maður verður bara alltaf mýkri, ég held að það sé, ég vona að það sé það sem á fyrir okkur flestum að liggja, sko. Er það ekki svolítið þannig, eða? Það margir hafa tilhneigingu til að þróast þannig, ég er samt alveg sé að fólk þróast á þann hátt að festast í gremju og bitur, sko. Já, sjálfsög. Það er ekki góður staður að vera á. Nei. Og þá er ekki að segja að ég get ekki skilið það að því fólk hefur lent í þannig hlutum, en það er bara, en ég held að sé óskaplega dapurlegt að lenda í því hlutskipti. Já, verða svona eiga tilhneigingu til þess að vera mjög bitur. Já, ásakandi gagnvart öðru fólki og svona í svona einhvers konar fórnarlamsstöðu. Já, maður klálega að maður finnur það á sumu fólki. Já, það er margir sem lenda þar. Og ég held að allir hafa prófað þannig stað einhvern tímann á lífsleginu, sko. Já. Hvað sér þið? Þola illa gagnrýni og vilja ekki sjá sinn hlut í hlutum, því ég held að við höfum all lífslegi þar sem við höfum bæði gert gott og vont og gert mistök, og ég held að við þurfum einhvern veginn svona að því við erum báðið svolítið hrifnir á Jung, held ég, þá svo fallit hvernig hann er að lýsa þroskanum, að maður hafi svona hugrekki til að sjá styrk sinn og galla, sjá heildina, sko. Mér finnst það mikil þroski í því, sko. Og einhvern veginn auka sjálfsábyrgð sína með árunum. Á því hvernig mér líður. Já, við getum séð bæði sína kosti og sína svona skuggarliðarinni. Já, skuggarliðar frá Jung, það er kallað skuggarliðarinn mitt. Sjá heildina. Og stundum liggja þessi kostur og gallar bara saman. Þetta er okkar stæðstu kostur eru okkar stæðstu gallar. Mér finnst þetta fallegt þegar fólk þróa svona. Ég vona að ég þróist svona. Eru margir sem festast í fórnarlamshugsuninni og fría sig frá ábyrgð? Ég kann ekki þá tölfræði. Ég held að það sé bara aftur á móti svona samanleg staða sem við höfum bara flest prófað á einhvern hátt, sko. Já. En svo eru margir sem ná að vinna sig vel út úr því, en svo já, því það er alveg til fólk sem einhvern veginn lendir þar. Það er alltaf rosa erfitt, það er mjög sjálfmiðlæg staða. Það er rosa erfitt því að kannski upplifa líka sem stjórnlaus gagnvart því sem kannski gerðist. Já, það er ekki hlutað og stundum á það alveg rétt á sér að fólk er ekki áhengar þátt í því sem gerðist. Algjörlega. Já, það er alveg fullt af því og fullt af fólki sem er lent í þannig aðstæðum. En það næri ekki stjórninu tilbaka einhvern veginn aftur. Já. En þetta má aldrei, ég myndi aldrei vilja dæma neitt fyrir svona hluti. Nei. Af því þetta er svona mannleg staða og
og það vill enginn lenda í svona stöðu. Nei. Algjörlega ekki. En það kannski átt að sig ekki á því samt að það sé komið ánga. Nei. Þannig maður dáist að fólki sem alltaf að halda áfram með líf sitt. Það er rosa aðdánavert. Úff, já, ekki sem tengir punktur sem nefndir áðan, hversu þrautseigir fólk sko, bara þú veist, það heldur áfram bara sko. Já, þetta er svo ótrúlegt fólk, það er til svo mikið ótrúlegu fólki sem við bara ættu að vera svo mikla fyrirmyndir fyrir okkur hinn sko. Og eru það náttúrulega oft á tíðum. Algjörlega. Og þetta er fólk á öllum aldri sko. Já. Þetta er ekki alltaf tengt í að vera fullorðin sko. Nei. Og lífsöndur, alls ekki. Þannig að þroskast og verða viðkvæmari? Já, mildari. Mildari, já. Já, munið það ég held að það sé bara styrkleiki frekar en veikleiki. Fólk heldur ofta, þú veist, að vera, eins og segir, taka vankanta og líka góða kostina og allt það. Þú ætla með þessu móti hættir maður að taka sig mjög alvarlega og gera sér grein fyrir því að maður úttalað mislukkað eintak eins og allir aðrir. Ég elska að grípa sjálf á mig. Já. Því ég einhverjum aðstæðum ég brásteknin öðru sér við. Já. Þú veist, því að sko grunnurinn í þessu að sem maður segir oft að ef maður maður yfirfæri tilfinningar á aðra sko og það góð skilaboð maður sé eitthvað skilaboð við skuggan hjá sjálfum sér sko. Já, akkurat. Mér er svo gaman stundið maður heldur að þekki sjálf sér rosalega vel og sem kemur einhver aðstæðir sem maður bara hvað náði mér af hverju brást ég svona við? Þetta alltaf einmitt svo fegurði með handleiðsluna þegar maður handleiða eða sjálfur í handleiðslu að þú stútur ekki náungan, þú stútur að viðbröðum gagnvart hlutunum. Já. Og það kemur stundum ávart. Ég held að þetta sé sko þetta svona skemmtileg vinna sko. Já. En sko mikilvæg. Já, mikilvæg. Og mikilvægt kannski viðurkenna sko sínar skuggalega takmarkanir sko. Já. Það rosalega mikilvægt. Að skuggalega svo útskýrum kannski það eiginleika við persónuleika en sem þú ert kannski ekki meðvitaður að. Bæði ekki meðvitaður eða vill ekki kannast við þá sko. Já. En þú átt það til að yfirfæra á aðra rauninni. Gríðarlega. En með því að taka eftir þeim, ég vil samþykja á að þá annarkvort getur þú nota á sem einhvers konar vopn í lífinu, það dreigir markvisst úr því eða ekki. Jú, ég held það. Og þú gerir það ekki með því að bæla og heldur gangast við og viðkynna. Sem getur verið erfitt, eða ekki? Jú, algjörlega. Af því að kannski maður ekki svo góð einstaklingur sem maður heldur að sé. Nei, alls ekki. Og það bara mjög gott að vera ámenntur það, reglulega af sjálfum sér, sko. Já. En ég held að það sé kannski algengara, ég held að það sé kannski þetta eitthvað svona ferðalegt og fólk uppgöti alltaf svona hluti alltaf meir og meir með árunum. Já. Og það ég ekkert vissum að margir jafnaldra þínu segja voðalega mikið hugsa þetta akkurat núna á þínu aldurskeiði. Nei. Þessi frekar við sem að verða aðeins úreldari, sem höfum neyðst til að hugsa þetta, þannig að það gaman þegar þið unga fólkið eru að búa til þessa umræðu svona snemma á lífsleiðinni. Já, mér finnst það svo spennandi og ég held að þetta verði bara að vinna át lífið, sko. Já, ég vona það svo sannlega líka. Ég held að svona síðustu 2-3 ár hef ég tekið svo stórt þroskastig, sko. Já, til hamingju með það. Takk fyrir það. En þetta lífsleiðin náttúrulega rosalega mikið þetta. Ég held að maður breytir svo svakalega á árunum eða hefur möguleika til þess. Ég held að sko þess að kalla í trúarbröðar með trúnni, sko, maður er alltaf að deyja sjálfum sér, sko. Já. Í kristinni trúi tala um að deyja sjálfum sér og það þýðir þetta, þú ert alltaf þú ert að breytast. Og þá kemur annað hugtak sem ég er mjög hrifinn af egóið, sko. Og að því ég held að það sé ákveðið markmið að minnka það á lífsleiðinni. Það er mjög skemmandi þáttur í samskiptum. Ego semst hugmyndin hver maður er til dæmis og allir varnarháttarnir sem við erum með og allur samaburðurinn sem við erum með og allt þetta sem ruglar þannig innri frið sem er æskilegt að eiga, sko. Já. Og er ruglar lífsmarkmiðið. Já, ég tengslu við hitt hana, sko, að maður er alltaf í vegferð, sko, að láta einhvern eiginleika deyja við sig og einhvern annan endurfæðast í rauninni. Já,
en ekki endilega eins og þú sást það fyrir, heldur það kemur. Já. Þetta mér finnst þú vera orða sömu hugmynd og ég var orða þannig. Og það rosalega mikið viska og ég vona það óbúslega mikil viska til í okkar gömlu menningarverðmættum eins og trúarbröðunum, skilur við. Það er viska sem við getum orðað inn í nútími, hún er til. Þetta er þekkt, þú vitnar í búddisman áðan og í okkar kristnu trú, þá er þessi sálar þroski, hann er skilgreindur, sko. Svo erum við bara komin í nútíman og erum búin að breyta orðfærinu, eðlilega. Getum annað gott dæmi og trúarbröðunum bara eins og orðið synd, það þýðir ekki að maður hafi gert eitthvað ránt, endilega það þýðir það að maður er bara ekki tengslu með sjálfan sig, sundur, sko. Þannig öll þessi þekking er til staðar og búin að vera í mörg þúsund ár, sko. Já, og ég meina bara sögur í gegnum aldanarás sem var að vera að færa upplýsingar og lífsspeki. Já, lífsspeki. Ég held að við hefum einhvern tíma minnst á Campbell, Joseph Campbell hérna, Hero's Journey, ég meina það sem hann safnar saman svona menningarlegum verðmætum sem hefur verið miðlað til kynslóðana með frásögnum. Sama mynstur sem myndast í sögunum. Já. Sem við sjáum bara í þessu ástæðan okkur, held ég að allir fari í bíó, sko. Undirliggjandi þema. Já, algjörlega. Það er sigur, ósigur, hið góða vinnur, réttlæti vinnur, sem er kannski ekki endilega raunveruleikinn alltaf, en gríðarlega vinsældir mynda eins og Star Wars eða Hobbitinn eða Lord of the Rings og allt þetta er allt djúpar frásögn sem klassísk gildi og speki er miðlað áfram og við tengjum við það. Af því að þetta er eitthvað mynstur sem hefur komið í gegnum. Já, er þetta ekki líka bara komið svo djúpt í mannssálina þarna? Jú, ég held það. Þetta er svona djúp viska, sko, sem ég tengi við þetta. Því að við erum kannski að þessu leiti í einhverju Hero's Journey sjálf í okkar lífi. Allir. Já. Allir. Þess vegna erum við hrifin af hetjunni og þess vegna, þú veist, það er alltaf sama mynstrið, hetjan fær eitthvað kall og fer í og fer og gerir eitthvað öðru sí og lendir í einhverjum áskorunum og svo miklu verðuleikum og stundum bara getur maður ekki ímyndað sem að komast úr þeim og einhvern veginn er hann að komast úr þeim og læra eitthvað nýtt við sjálfan sig eða við lífið og gerir samfélag eða heiminn að betri stað. Já. Og þetta er ekki endilega fullkomið fólk, því fólk er ekki fullkomið. Fólk er mannlegt. Já. Ég held að við tengjum ekki við fullkomleika. Nei. Við tengjum við bara allt sem tengist því að vera mannlegur. Ég held það. Alla eiginleikana. Ég held að hitt sé svona ákveðin fjarlægð. Já, því það er ekki til. Nei, aldrei, það hefur aldrei verið til. Mun aldrei verða til. Það held ég ekki. Vonandi ekki. Ég ætla að þekki ekki ennþá þann sem getur borið þann titil. Nei. Hvað er á náttborðinu hjá þér? Akkurat núna eru á náttborðinu mínu bara svona ýmsar bækur. Bara, ég er óttalegur svona, er svolítið með leðendar ávana og ég er alltaf að grípa marga bækur einhvern veginn og lesa svona aðeins og aðeins og aðeins. Þetta er í mörgum bókum. Svona kaos svolítið. Og það er auðvitað lýsir svolítið mér svolítið vel. Það er svolítið kaos í hausnum að mér er að hugsa margt, sko. Ég er svona, ég vildi stundum að ég byrjaði og kláraði, en ég það ger ég stundum, en ég vola mikið bara kapli, blaðsíða, eitthvað. Það er í mörgu í einu. Þykist það, já. Og ertu líka stundum bara hefur oft fullt af bókum að lesa á kannski kaupir í nýja bækur og svo fyrir. Já. En svo náttúrulega hefur bóka aðgengi maður breyst núna, bækur eins og við þekktum það er svona útprentaðar, þetta er náttúrulega svolítið að vera svolítið annað veruleiki. Hvað er áhugaðastu bókin sem þú lesa núna? Sem voru búin að glugga í? Ég er að lesa bók Body Keeps the Score. Það er út af kennslunum sem við erum upp í háskóla. Það sem er verið að fjalla svona um svona líkamlegu þætti sem tengist áföllum. Mjög góð bók, sko. Þá að... Ég er engin sérfræðingur því efni, sko, alls ekki.
en bara svona hvernig áföllin hafa áhrif á okkur heildrænt líkamann, hvernig líkaminn geymir áföllin líkamlega og þau hafa áhrif á okkur áfram. Ekki líka, þú veist, sko, að kalla feelings á ensku, að þú finnur fyrir því og oftast það svona vitast í parturinn við okkur, líkaminn sem svona annarkvort geymir eitthvað eða gefur okkur vísbendingar eitthvað. Stundum eru ekki meðvituð þetta. Nei. Og stundum skiljum við ekki út af hverju við bregðum svona við hlutum. Og maður sér þetta til dæmis bara mjög svo skýrt þegar fólk hefur orðið fyrir áföll, hvað oft gömul áföll koma inn í ný áfalli, sko, sem áhrifaþættir, sko. Kannu þetta virðist vera svona automatísk kerfi. Já, bara automatísk viðbragð. Já, og hvernig ákveðna aðstæður geta sett fólk út af laginu sem hefur orðið fyrir áföll, þannig að áföllin einhvern veginn streyma fram, sko, við ákveðna aðstæður. Þannig þetta virðist vera í líkamann okkar ákveðin hátt. Það magnað, sagði frá í bókinu minni, það var hvað heitir hann aftur? Pennebaker, hefur einhvern veginn heyrt hann? Ég hef heyrt hann, ég ekki neitt sérfræðingur, sko. Nei, en hann var sérstaklega eftir fólk, sko, eftir heimstöldina og svo leiðis. Hann var að rannsaka það og að skrifa bara í 3 daga, bara mestu, bara vinna úr áfallinu, basically. Og hann var búin að rannsaka til þaula og fólk sem gerði það leiði ekkert vel með að hann var að gera og leiði ekkert vel eftir á. En mörgum vikum seinna fór það færri sinnum til læknis. Ónæmiskerfið var betra og svo framvegis. Þannig að þarna hefur hann verið að vinna svona okkur svona þessum göllum debriefing vinnu, hann bara fer í gegnum áfallið. Já, í rauninni. Þannig hefur kannski að skipuleggja betur og draga hugsalega einhverja merkingur í að koma því út. Það verður kannski minna kaos á því og breytist í ákveðna frásögn. Já, þetta er svona frumstað áfallavinna. Svo áhugavert hvernig það tengist bara líkamlegu. Það að fá að segja sögu sína verið störa svo mikilvægt fyrir fólk. Við erum alltaf fylgja einhverju sögu. Og svo breytist sagan, hún fara nýja merkingu og þeir sem eru kannski skúrkar í sögun hætta kannski að vera skúrkar eða þeir sem eru góðir verða meira góðir og persónuleikandi breytast líka. Já. Og kannski krafturinn í sögunum að við svolítið getum breytinni eða? Ég sagan breytist kannski úr þjáningasögu yfir í upprisusögu. Já. Það er rosa flott. Hvað er að finna það sem er lent í nýlega? Hversu við breytum umræðinni? Finna það sem er lent í nýlega? Já. Þú alveg náðu mér þarna núna. Maður er alltaf lent í mörgum mjög fyndnu í lífinu, er ekki það? Og ég hef alveg gaman að því þegar krakkarnir eru að stríða mér eitthvað, minna mig á það að ég sé orðinn gamall og feitur og þegar að koma mér í betra form aftur og eitthvað svona svoleiðis samtöl. En já, lífið hefur bara verið mjög gott undanfarið. En ég man ekki eftir einu svona mjög spaugilu akkurat núna. Og það er bara búið að vera gott. Ég ætla að segja frá spaugilu því að það tengist okkur svo sem báðum. Systir Ava, hún heitir Þóra, já. Og ég var að borða hitti bræður minni alltaf á föstudöfum í hádegismat á Spírunni. Sem er enda styrtar að þessa hátar. Nei, segir svona, allavega. Að þá spennt segja Beggi, sjáðu Þóra er að borða. Einhver kona sem er alveg eins og Þóra. Sem ég held að sé systir Ava og þeir segja, viltu ekki fara að heilsinni? Ég segi, ég fer að heilsinni og fer á borðið og hæ Þóra. Hún svo lítir á mig og ég heiti ekki Þóra. Svo lítið tilbaka, þá eru Toggi og Lalli bara sprengklæjandi, sko. Þannig ég segi henni bara veifa á svona, sko. Þannig að það var mjög skemmtilegt. Þeir hafa gert á þinn kostnað. Já. Þeir hafa þann eiginleika bræður mínir að ég hlægi alltaf í kringu. Það er rosa góður kostur. Já. Mikið aðstæður. Já, bara gaman að hlæja. Það er rosalega mikilvægt. Húmorinn. Maður er yfirleitt ekki góður stað þegar húmorinn hverfur frá manni. Nei, það er kannski einhver skilaboð. Það eru góð stór skilaboð. Já. Þá er maður að fara að taka hlutina mjög alvarlega. Já, maður hefur alveg verið þar. Já. Bara, maður er oft verið á þeim stað að hlutin er bara alls ekkert fyndnir, sko. Nei. Það er bara rosa alvarlegt alls saman og ríkalegt.
Mér svo mikið kostur að geta hlegið sérstaklega að manni sjálfum, sko. Það dásalegt. Sínum takmörkunum. Já, það var rosa skemmtilega. Og maður líka fundið að þegar maður verið að vinna í krefjandi aðstæðum, hvað skiptir miklu máli að vinna hver við geti gert svolítið grín, sko. Já. Ekki náttúrulega í aðstæðanum, hvað minn góður heldur, en það ofta okkur svona væntu þykja gagnvart milli samstagsfólks sem dásanlega þegar húmor í gangi. Það, ég meina, það er mjög mikilvægt. Gaman að geta strítt vinum sínum og svona. Já, það er ekki verið að merkja vináttu, að geta þess. Jú, ég held að maður alltaf að vonast þetta alltaf eftir viðbröðum, ekki rétt. Já. Það er svo stuða og svona. Fá að skreita skrifstofnum þeirra vel fyrir jólinu og svona. Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Margt. Ég þurft að aflæra alveg rosalega margt í lífinu. Ég held að svona stæðsti lærdómur sem ég hef fengið í lífinu að sjá það hvað við erum öll rosalega lík og hvað við berum lítið af hvert öðru. Hvað við erum lík og erum samanleg með svipaða galla, með svipaða veikleika, með svipaða styrkleika. Sérðu einhverja svona, hvað er líkt með okkur þá? Sérðu einhverja svona þemu í hvaða styrkleikar eða veikleikar það eru? Já, ég held að ekkoði sé nú samhælt þema hjá mannstjörnunni. Já. En við erum, það er ekki þetta, það er allt fólk. Ég held að ég hefi hugsað svartkvítar fólk sem ungur maður. Heldur en ég gerir það. Nú mála ég hlutana mjög gráum lit. Að við séum, helst eins og við værum ólík, en við erum meira líka. Já, ég held að sumir væri með hlutina alveg á hreinu og væri með allt á hreinu og væri betri en aðrir og eitthvað svona. Það er ekki þannig. Þannig að það skilur okkur minna að. Það er ekkert sem skilur okkur. Það er ekkert sem skilur okkur að. Ekki neitt. Bara mismandi birtingamyndir. Og það er náttúrulega, og svo spáum við bara í það, svo náttúrulega endur við öll eins. Já. Þannig að við erum alveg Sömendalög, já. Það er bara lína hjá öllum. Þetta er bara búið. Og það er bara sömu örlög hjá öllum á endanum. Bara spurning hvenær. Ef það er ekki að segja að við sem öll einist, þá veit ég ekki hvað. Og við höfum öll tilhneigingu til hégkoma, við höfum öll tilhneigingu til að geta gert ótrúlega góða hluti, við höfum öll tilhneigingu til að vera upptekin af hvað öðrum finnst okkur. Við höfum öll, það getur bara talið endalaust. Ég held að eitt stærsti dansin sem við dansum að vera einstaklingarnir samt í hóp. Eða tengdur öðrum í rauninni. Já, og það að vera einstaklingur því það að þér þykir, sem er rosa erfitt verkefni fyrir okkur flest held ég, þú ber virðingu og þykir væntu þig eins og þú ert, en þú setur það ekki upp þannig að þú sett betri en aðrir. Nei. Eða verri. Þú ert bara. Þú ert bara eins og ert. Já. Það er náttúrulega mikil sátt í því. Já, alveg sem mikil kraftur í að taka sig sjálf þannig í sátt, sko. Það heitir sjálfsfyrirgefning. Já. Staðin fyrir rauninni eins og margir kannski einstakir sko, að breyta sig til þess að fitta inn, eða til þess að breyta sig til þess að vera öðrum hugsanlega líki vel við sig. Það er ekki sátt í því. Nei. Það heitir bara að þú ert að já, það er misskilið ferðalag, sko. Það er rosa gott að vera í rauninu fólk sem hefur náð því að verða alveg sátt við sjálfan sig. Já. Og það held ég sé líka lífstíðaverkefni. Já. Það held ég líka. En ég var alveg kynnsólis fólki sem hefur náð því. Já. Það er mjög, mjög fallegt. Það er það. Þannig að við erum líkari. Já. Sömu endalögin. Já. Hver er helsti vendipunktur sem eru upplegað lífin til þessa? Ég held að minn stæðsti vendipunktur í lífinu, þeir eru nokkri, sko. Ég get ekki sagt að eitt sé stærri, en það eru nokkri. Það var til dæmis þegar ég tók það ákvörðun að fara að læra til press. Ég ætla í raungreinar og það þurfti mikið hugrekki fyrir mig að fara þá leið. Það er vendipunktur fyrir mig í lífinu að verða faðir. Það var mikill vendipunktur fyrir mig í lífinu að upplifa hjónaskilnað.
það var mikill vendipunktur fyrir mig að byrja að vinna sem prestur og það var vendipunktur að flytja til annarra landa. Það eru svona stórir þættir. Svona stórir þættir sem hafa mikil áhrif á líf hans. Já, gjörbreyta manni. Það eru og svona mjög, sko við tölum söguna aftur, það eru mjög svona sem kannski setur sýst, sko, merki á söguna. Algjörlega. Sem vendipunktar. Já, algjörlega. Þetta eru krossgötur alls saman. Já. Þar sem þú kynnist einhverju nýju og lærir eitthvað nýtt, fattar eitthvað nýtt, svo hefst ákveð tímabil og svo verður aftur vendipunktur þar sem maður neyðist til að fara aftur í einhvers konar uppgjör. Ég held sko að vendipunktar sé, sko í mínum huga þegar þú segir vendipunktar, þá hugsa ég alltaf um einhver staði þar sem maður neyðist til að staldra við uppbytti. Hvert fer ég núna? Hvaðan var ég að koma? Það sé svona eitthvað sem maður staldra við ákveða framhaldið. Þú bara neyðist til þess og það ekki val. Nei. Og þetta er ekki endilega ekkert eitthvað neikvætt eða dramtið, bara það að vera faðir breytir manni. Sem dæmi. Og líka kannski átta sig á einhverju og þá var ekkert snúið tilbaka. Fattar hvert þér að fara? Já, algjörlega. Þetta eru staðið með, það er bara svona sé nýtt líf að hefja stundum, sko. Já. Þú stígur ekki tilbaka. Í sumum aðstæðum getur ekki stígið tilbaka allavega. Nei. Vendipunktar. Já. Þetta eru stór kaflaskil alltaf, eða ekki? Jú, mér finnst það. En maður á ekki þennan vendipunkt í lífinu þess að bara þessi atburður breytti öllu. Það eru þessir atburðir sem hafa breytt öllu. Já, sem hafa mótað lífsöguna, basically. Og ég held að líka eitt sem maður er að fatta alltaf meir og meir, sem er svo áhugavert, sko, að þú bara ferð frá árinu 0 í þínu lífi og fram að lífaldursáriðinu, þetta er svo svakalega breytt manneskja. Já. Hún er svo rosalega breytt. Og að því vorum að tala um trúarbröðin áðan, vorum við tala um búddismann áðan og kristindóminn, ég meina það eru sögur einstaklinga sem gjörbreytast. Rosa áhugavert. Það er allar báðar þær hefðir geyma þá sögu. Að við séum að breytast. Já. Eigum við ekki að breytast? Jú, algjörlega. Og þessir andlegu leitar eru einstaklinga sem gjörbreytast. Samt eigum við til að vera hræddu breytingar? Það er ömurlegt að hugsa stundu fyrir fram í tíman og þá maður sér hlutina oft á tíma glerugum óttans. Þess vegna reynum við stundum að breytast alls ekki. Og líka breytingar erfiðar líka því að fólki í kringum mann vill ekki að maður breytist. Já, ég meina, og fólki í kringum mann getur haft mjög ólíkar hugmyndir það hver þú ert, heldur maður sjálfur. Og til sig og finnst kannski ný lífstíl nýjar alls ekki passa sér, sko. Nei. Og það getur augrað líka öðrum þú ert að breyta þér. Já. Heldur hann að sé eitthvað betur en öðru eða? Nei, þetta er ekki það. Þú ert að velja einhvern ákveðin lífstíl sem þú vilt fylgja út af hjartanuðinni og það getur bara verið mjög óþægilegt fyrir náungan. Já. Þannig að það hugur ekki breytingar. Já. En ég held að það sé verulega innansikt samt. Já, ég held það líka. Það er vel orðað hér, vel unna, góð uppskýraði. Já, þetta er góð velun. Eins erfitt það getur verið, sko. Já. Svo lengi sem maður er að fylgja því sem maður er ekki, eins og þú sagðir áðan, maður er ekki að breytast fyrir aðra eða eftir gildum annara, heldur sinni eigin gildum. Já, fyrir eftir sinni samfæringu. Og þarna kemur náttúrulega þessi ótrúlega leiðilega tilfinning sem er svo algengi mannheim, skömmin. Við erum svo mörg að takast á við skömmina í lífinu okkar. Já. Æva fórnið það ekki, skömmin? Jú, ég held til dæmis að sagan um Edensgarðin og eplið fjallar um skömmina, sko. Sjálfur. Já, eftir að hann þá fær sér eplið. Já, eftir að þau brjóta lögmálið, þá fara það að blíða sín. Þannig að forn saga sett fram til að skilja manneskjuna. Skömmin hefur alltaf fylgt mannkyninu og hún er mjög eitruð. Þurfum þá ekki að, sko, fara að valja hvernig við tölum við sjálf okkur aðra? Jú, og ég held að við þurfum að vera meðvitað um það að mörg okkar geymum mjög mikla skömm sem kemur fram í útlitsþráhyggju okkar, þráhyggju til að ná árangri
hvernig við tölum illastundum annað fólk, að því við erum að reyna að díla við skömmina okkar eiginlífi, en yfirfærana yfir aðra, sko. Ég held að skömmin líka valdi oft af því að við erum svo óttaslegin að við gerum ekki breytingar. Hvað allir þeim finnust mig? Ég hef nú gert þessi mistök og þess að þetta á ég einhvern rétt eftir það. Er ég þess virði? Er ég þess virði? Ég held að skömmin sé algjört eitur. Ég held að hún leiði til þunglindis, ég held að hún geti leitt til fíknisjúkdóma, ég held að hún geti leitt til allskins flótta. Ég hef skoðað það, sko, passa mig hvernig orðan hlutina upp á það og kannski ég verið að miðla því að mér er svo mikill mun á skömm og sektarkennd. Það er alls ekki sami hluturinn. Skömm er bara ég er hálfviti, ég er mistökin, ég er auli. Það er tilvistaleg staða. Já, þá ertu búin að tengja það í sjálfsmyndina, tilvistina. Já. En hitt er kannski bara, ég er mannlegur, ég gerði mistök. Ég gerði auðlanlega hluti. Gerði rámt. Mjög heilbrigð og eðlileg tilfinning að finna til fyrir. Já, svona, þú finnur einhverja tilfinningu í að þú gerði eitthvað sem stákast á við þinn innri mann. Þetta er alveg glíma sem ég sem manneskja kannast mjög vel við og hef þurft að glíma mikið við í mínu lífi. Tek undir það. Bara, að þóra og einhvern veginn taka mig í sátt, sko. Já. Ég tengi við það líka, sammála því. Já. Í mínu lífi, sko. Taka manni sátt, sko. Ég held að það var... Ég er ekki búið með þetta verkefni, sko. Nei. Ég held að þetta sé mjög langt verkefni að gera. Já, það má ekki vera meðvitaðar og grípa sig bara. Jú, algjörlega. Og sinna þessu. Það er ekki sem leikurinn snýst um. Jú, bara algjörlega. Hver er uppáhalds tilviljun þín? Af hverju? Já. Sko, uppáhalds, ég hugsa að mín uppáhaldssetning sé í Mattheusarguðspjalli það þegar Kristur útskýrir hver náungi okkar er. Þegar hann segir sjúkri var ég og þeir vitjuðu mín, hungraði var ég og þeir vitjuðu mín, í fangilsi var ég og þeir vitjuðu mín. Hann er að útskýra fyrir lærisveinum hver náungi okkar er. Það eru allir náungar okkar og ekki síst þeir sem eru mest þjáðir og minnstir. Það er ekki bara þeir sem okkur líka vel við eða líta vel út eða er í góðum málum. Það er henni mest þjáðu sem eru okkar mestu náungar. Mér finnst þetta svo kraftu sín og þetta er líka svo fallegur mannskilningur. Að þegar ég sit á móti manneski sem er mjög þjáð, hvort sem hún er í sinni fátækt, í sínum veikindum eða í sínum fangelsi, að þá situr þarna jafn óendanlega dýrmætt manneskja fyrir framan mig eins og ég er sjálfur. Þannig ég sé manneskjuna en ekki aðstæðarnar. Mér finnst þetta rosa kraftugur mannskilningur. Sem kemur inn á það að við erum öll lík. Við erum bara eins. Eins, já. Grunninn í manneskja. Já, ég held að sé engin munur á því að hvort þú situr í fitness-skrifstofabyggingu eða inn í fangaklefa, það er alltaf manneskja. Með sögu, glímur, þjáningu, vonir og væntingar. Er ekki svolítið gott þessi lífsýn svolítið góð upp á hvernig maður horfir á annað fólk? Já, hún hjálpar við það. Já. Og hún líka viðheldur áhuganum fyrir öðru fólki. Í dag langar mig að hlusta á þig og heyra hvað þú hefur að segja. Og líka hvernig fólk bregst við, þú veist, já, hún er að eiga sína sögu. Algjörlega. Snýst ekki mig. Ekkert. Ég bara er þarna. Já. Það vildi svo til.
vildi svo til. Að tengja við alla þrátt fyrir kringumstæður eða söguna þeirra því að við erum öll manneskjur. Já. Mér finnst það góð speki. Að því að við erum öll mannleg, sama hvað stöðu við erum með, sama hvort sjöfangi eða stjórnandi eða hvað sem það er. Það skiptir engum máli. Að því enda þú degi, þá erum við manneskja. Sami endir. Sami endir. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Ég held að það sem hafi bæst, ég held að bæði bæna og hugleiðslu þátturinn alltaf aukast í mínu lífi. Okay. Og það mjög gott fyrir mig að gera það vegna þess að ég fæ ákveðna rófiða meiri sem ég þarf á að halda. Hún eykur auðmýktina og eykur styrkin. Mér finnst hún líka að vera æfing í kærleika. Og mér finnst það hafa verið gott. Ég hef líka, annars sem ég hef gert, að ég hef varnið mig á það núna, nema ég gæti ekki gert það á COVID-tímanum, ég gæti það fyrir COVID-tímanum og núna aftur farið 3 sinnum í viku líka 6 á morgnana í CrossFit, sem ótrúlega skemmtilegt, en líka bara það svo ótrúlega sjálfsagandi, að því ég þarf alveg á því að halda að aga mig stundum. Agalus? Nei, ég held bara, ég eins og margir aðrir, við bara tilningu til að vera löt og agalus. Já. Það svo gott að temja sig. Svo gott að rífa sig á fætur. Gott að temja sig. Í alveg tala, það bara ótrúlega gott. Já. Að það svo mikið að röddum í hausnum á manni sem reynir að platna mann. Farið það í endin. Og mér finnst ótrúlega gott fyrir mig líka að fara til dæmis á CrossFit-æfingarnar, ég náttúrulega bara að vera 50, þannig ég augljóslega ekki að fara á games, það segir sér sjálft. Þó ég grínist nú með það í tímunum, eðlilega. Segið alltaf. Að ég sé vonin á games sem svo langt frá því að vera sannleikurinn. En það eitt sem gott, það var svo gott sem einhver sagði við mig einhvern tíma við mig. Bara, heyrðu, Vigfús, þú bara skilur egoð þitt eftir fyrir utanvinnur. Já. Þú ert að vera 50, skilur hérna. Þegar þú ert ekki að fara að mæla þyngdir hérna og þú tekur þetta bara létt, skilur. Og þú þarft ekki jafn mikið repeat í þessu voti eins og svo við tælum nú það mál, vott. Þú ert ekki að fara að gera það sama maður hérna við hliðina, veist. Hann 20 og eitthvað ára. Já. Þannig að þú bara skildu egoð hérna eftir. Það rosa gott að gera það. Já, ég er líka með það. Já, þú ert líka svo ungur en þá. Já, og svona, því ég komin í aðstæðunar, ég segi alltaf við mig, ég er að þroskast aðeins, meðan þú veist, með æfingar og alltaf, en síðan ég alltaf að grípa mig, heyrðu, Beggi, taktu bara 5 kílóum, 10 kílóum léttara, gerði æfingunum bara betur, skiptir engum máli hvort þú tækir þessa þyngd eða þessa þyngd. Og ég þarf að grípa mig ofta þannig, sko. Já, og líka eitt, að ég held að því nú erum við að tala íþróttir, að það svo gaman, þetta endurspeglar það bara, en þannig ég að lýsa íþrótt. Það sem, bara eins og skemmtilega viðmældin hérna, hann Everett var hérna mjög góðu þjálfari í mínum huga, svona skemmtilega orka kringum að hann svo fallegt þegar hann að ganga milli okkar gamlingjana í tímanum og leiðrétta okkur, sko, og kenna okkur. Já. Bara, og vill að við gerum þetta vel. Það mikil fagmennska sem hann að sína þarna. Það ég hef eftir rosa gaman af þessu, ég vona að Guð gefi að ég haldi heilsu og gerir þetta bara svona aðeirinn og ennþá að lifta 90 eitthvað ára. Já. Ég vona bara við sem heppnir. Já. Og kannski bara ferma þá bara games. Það ekki, games öldrunga. Games öldrunga. Aðeirinn var nú heimsmeistari öldrunga í köstum. Já. Maður hefur heyrt þá sögu svona nokkursunum. Ég man eftir, já, ég veit þá reitt á söguna. Hann fyrir mín mikil, hvað var þetta, sko? Hann bara ennþá 93 núna og er að tala verið 3 sinnum í sjúkraþjálfara til þess að lifta og segist þér alveg búin eftir það, séu svo vel og maður bara... Já, þetta alltaf ótrúlegt, sko. Þetta alltaf mikil heppni og mikil lán, en þarna eru menn að fara vel með lánið sitt og er að hugsa vel sig. Ég er endur ekki hrifin af þeirri umræðu að hreyfing sjálfkrafa búi til lengra líf. Það bara stenst ekki.
Ok. Hún getur haft hreyfing, bætir lífsgæðin verulega. Já. Gæði sem við eigum. Já, en því að það er mjög heilbrigt fólk sem veikist alvarlega á deyr, sko. Já. En hafa að prómótora hreyfingu með þessari hugmyndafræði að þetta eigur lífsgæðinni tryggir samt ekki endilega verið 85, skilur. Nei, nákvæmlega. Og sama gildur mataræði getur aukið lífsgæðin, en það þarf að fara mjög varlega að tala um það að þú getur búið til mataræði sem sjálfkrafa býr til lengra líf, sko. Já. Sem kannski kemur inn á það að þú getur verið með allt á hreinu, bara hreyftið mataræði, bara allt, en samt getur eitthvað komið fyrir þig, til dæmis. Já. Þú getur aldrei stjórnað því, sko. Nei, þú getur ekki stjórnað því. Nei, en þú getur stjórnað hvað þú gerir dagstæðilega, skilur mig, og vonandi átt bara eins skæða mikil ár og... Klárlega. En maður veit aldrei síðan, sko. Nei. Það er kannski auðmýktin. Ég held ég sé svo mikið að segja neitt ljótt, afar okkar afi var nú 90 ára og afi þinn er 93 ára, mjög líkir í útliti, maður það ekki var náttúrulega sundur, sko. Ég meina, þeir hafa liður kannski ekki endilega eftir henni þröngu bók hollustunar alltaf ég ætla bara að hafa það alveg á hreinu þannig að það er mikið láni við sumum fólki, sko. Já, það er klárlega, sko. en það er gaman fyrir okkur að við eigum þessa sögu sameiginlega, þá það er gaman fyrir okkur að eiga þessi gen í okkur sem þessum genum fylgja kostur og gallar svo öll með hennum genum. Algjörlega. En það er gaman að þessum svona þrótti, sko. Já. Maður er líka þundum verið að hugsa bara, maður er bara líka afsprengi, sko, fólkdrasina og svona afa. Og við minn góð, já. Og maður fær margt sitt besta og svo fær maður eitthvað svona, aðeins minna gott, en það er ekki þeim að kenna. Nei. Ég segi oft við strákana mína þegar það skama mig fyrir einhverja grínastímur eða vini mínir hvað ég segi eitthvað heimskur, sko, sem er alveg full ástæð til að benda á, þá segir náttúrulega bara allt sattir, ég skamtaði mér ekki sjálfur gáð ég valdi ekki, sko, ekki gera mig ábyrga fyrir þess. Það er bara satt. Já. Ímyndaði þér, það var ekki hægt að dæma þig og getið sá frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl. Já, það er, sko, ég tel að við séum á tímamóti núna og það er á ábyrgð margra, en mér leiðist hvernig talaðir trúarbrögðin í nútímanum. Já. Og að mér leiðist hvernig sumir að reyna að henda þeim út sem algjörlega ónýtum fyrirbærum en gera sér ekki grein fyrir að þarna erum við með mörg þúsund ára gamla menningar sem móta bæði listir, menningu okkar, heimsmyndir, undirstaða fyrir mörgar háskólagreinar, eru líka ákveðin tilraun til að koma mynd á hverju tilgangun í lífinu. Þannig að mér finnst að vanta ákveðna virðingu núna. Og ef þú gengst við því að vera trúaður eða andlega sinnaður, þá eru sumir að ógilda þig. Þetta er kannski ekki stór hópur, en þetta er svolítið hávar hópur og stundum svolítið aggressífur. Svona trúleysingjar, sem gefa svo út fyrir að vera trúleysingjar. Ég vil ekki endilega flokka fólk, sko, með það. Okay. Nei, og ég ber miklu virðingu fyrir trúleysi, sko. Okay. En er ekki sama hvernig tölum hlutina. Þannig að þér finnst það sárt að það leiðist þegar fólk Já, bara svona fyrirfram bara afskrifar eitthvað, hefur ekkert kynnt sér það, veit ekkert það og annars slíkt. Ég meina, það er góð, við erum gaman að hlusta á Óttar Guðmundsson og Björn Hjálmarsson geðlækna, þeir báðir að tala mikilvægi trúarinnar, sko, í andlegu heilbrigði fólks. Trú getur verið mikilvægur þáttur til styrkingar og heilbrigðis. Svo áum bara sína veikleika eins og allt annað, skilur. Og það má ekki taka alltaf þetta andlega og dularfulla í burt úr lífinu. Fólki, við höfum þörf fyrir þetta dularfulla. Og getur trú líka, getur verið margskonar, eða ekki? Hvað heldur þú? Algjörlega. Hún getur verið mjög stíf yfir það að vera... Ég meina, þetta er svo áhugavert. Ég meina, við skoðum bara Martin Luther King. Ég meina, hann breytir Bandaríkjunum út af trúsinni. Hann fær hugur ekki til að halda áfram. Gandhi líka. En þetta verður trúið svona grunnafl til að breyta hlutum til þess betra. En svo eru til trúarhópar og trú tímabil í mannkynssögunni þar sem fólki hefur verið haldið niðri og trúin hefur verið misnotuð til þess, en það er bara að misnota allt.
Þannig það má ekki ógilda þetta og það má ekki ógilda hérna andlegu vídd í fólki. Það andleg vídd í fólki. Og ég myndi aldrei vilja tala af óvirðingum trúleysi hjá manneski, það svo ljótt, en ég get ekki leyft mér að fara svona harkalega í hennar lífsskoðun. Mér finnst það ekki sanngjarnt gagnvart manneskinni. Nei. Það miklu áhugaverða fyrir mig að heyra hvers vegna hún hefur þessa lífsskoðun. Og kannski sko... Og ég myndi aldrei rökra hana, skilur. Nei. En ég velti fyrir mér náttúrulega, eins og talar þá menningin og listir og margt í okkar lífi sem við fylgjum og ómeðvitað sem hefur komið frá Biblíunni og fleira kannski. Já, og trúar hefðum heimsins, en í okkar menningar hluta náttúrulega hinn kristni arfur og gyðinglegi. Ég meina, þú lest bara bókmenntaverk síðustu alda, ég meina, þá eru það bara listir, eða málverk, eða tónlist, kvikmyndir. Það þessi gömlu stef. Ég held að sem að verða fátakar ef okkur vantar þekkingun á þessu. Það heitir það mínu betur vinnum, hann heitir Arnór Sveinn, hann spila fótbolta með KR. Já, ég hef hitt hann ekki. Jú, þú varst með honum í spjallinu og millivinnum, ég fekk þangað. Líka gott, hann skrifar KR-ingur. Og hann var eins og ný trúaður, sagðan. Já. Síðan 8 tímabil sem hann var algjör trúleysingi. Já. Áttaði síðan á að sjá því og búin að lesa Biblíuna að hann var alltaf trúaður þegar hann var trúleysingi. Já, ok. Og svona, hefur fengið mikla svona og talar um að sé mjög trúaður í dag. Já. Ég þó ég sé búin að vera prestur í, hvað var það, 17 ára, að ég á mikinn efa og ég ekki með alla hluti á hreinu og trú mín hefur breyst mikið frá upphafi og ég hef átt trúleysistímabil líka í mínu lífi. Fyrir sem enn yngri maður, sko, 20. Þannig að ég misti þetta og það svo áhugavert líka að trúarbröðin geyma líka þessa vídd sem alveg rétt sem vinniðin að segja. Þetta bara hluti af trúarferlinu. Já. En trúin hefur breyst á þann hátt hjá mér og hún alltaf verið einfaldari og einfaldari. Já. Ég ekki svo mikið upptekinn af að skilja allt, sko. Já, ok, að stundum þá maður bara trúa. Stundum það maður bara hvíli ákveðnum trausti að sé tilgangur með lífið mínu. Og megin boðskapurinn sé einhvern veginn að hafa hugrekki kærleikan, sko. Þá rauninni óvinsalega skoðunin að það sé kannski ósanngjarnt að afskrifa eða... Já, allir það ekki. Ég myndi segja það. Mér finnst það ósanngjarnt. Mér finnst það ekki gagnleg umræða. Nei. Ég vona að við munum aldrei glatað henni andlegu vídd. Mér finnst enskan aldrei ríkar heldur íslenskan, þarna hún á orðið spirituality. Já, ég svo andleg vídd, mér finnst það svona... Það dugur ekki. Nei. Það þarf að finna eitthvað annað orð, það verður engu tekist að finna orð fyrir þetta. Nei, ég verið í miklu vesinni með þetta, að reyna íslenska þetta. Þér mun ekki takast það, sko, fyrir ekki að þetta orð alltaf svo dásalegt, sérstaklega, maður þekkir bara svo vel og bara nám í Bandaríkjunum og ég veit alltaf að við höfum lesið mikið af samverðum bókum. Það skiptir enga máli hvort það guðfræði, sálfræði, heimspeki, geðlæknisfræði, þar þetta bara orð spirituality, bara gengur á milli, þannig að alla þessar greinar eru bara að gera hver aðra ríkari, sko. Já. Hafa bara hlaðbóra frá hver annari, sko. Og hafa mjög svipað mynstur oft í þessu. Já, algjörlega, bara þarna, og þetta orð er búin að það opna fyrir það spirituality þýðir náttúrulega að maður þarf að tengingu við sjálfan sig, annað fólk og sinn æðri mátt. Það skilgreiningast ekki endilega sinn æðri mátt en það býr til hennar þrýðning. Æðri við sjálfan sig æðri mátt. Og eitthvað umfram sjálfan sig kannski, svo þetta orð transcend kannski svona... Transcend er í mínum huga svona andlegt orð um reynslu sem verður ekki til inn í þér heldur fyrir utan því þú stærri en þú. Já, það tengist þá sterklega inn á spiritual reynsla. To transcend something, eins og sagt á reynsku, sko. Já. Það ákveðin svona andleg reynsla eitthvað. Ef þú getur vefað törfarsprota og leist þetta vandamál í heiminum í dag, hvað væri það?
Já, blessunarlega var mér ekki falið þetta hlutur í lífinu. Ég held náttúrulega að heimurinn væri margfalt betri ef aðgreining okkar hyrfi. Að við værum ekki að aðgreina okkur svona rosalega. Bæði sem einstaklingar, lönd og þjóðir. Hópar. Já, ég held að aðgreining sé óbóðslegt vandamál. Er það ekki svolítið aðskilja okkur? Jú, og ég held líka að það hafi mikil áhrif á náttúruna því að það eru til hópar sem telja sig geta gert hvað sem er við hana og eiga rétt á því út af sínum lífsgæðum. Og það er mikil aðgreining á auði í heiminum og lífskostum, en ég held að aðgreining sé vandamálið. Þannig að þú myndir vefa tvöruspróta og að minnka aðgreininguna. Já. Sem tengispunktinu við erum öll eins, eða ekki? Jú. Það er svolítið þema sem við erum að sjá hérna. Já, það þróast þannig hjá okkur í dag. Það séum þetta mannleg. Já, það ekki? Við komumst að því návægt. Það eru kannski búin að einfalda þess að tala um áðan, sko. Já, þetta er náttúrulega kannski allt miklu einfaldara heldur en við heldum. Já. En við erum að sjá það núna eins og bara í COVID, það er að landa einhver sjálf að sig og engin inn í land og engin út úr landinu og sem getur verið lægi, ég veit ekki að leggja bata það sem pólitík, það getur verið lægi sem tímabundir aðstöðun einhver stað skilur. Já. En það er ekki lægi að bara ríka þjóðir getur bólusett en ekki fátæka þjóðir. Nei. Það er aðgreining. Það er ekki lægi að sumir lönd geti nýtt náttúruna þannig að rústi fyrir restina af heiminum. Það er aðgreining. Já. Ég var rétt á. Þannig aðgreiningi líka tengist á að einhvað sé að gera á kostnað annars. Aðgreining leiði til þess. Já. Þannig að við værum meira það jöfn. Já. Ok. Sétt spurning. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboð á framfæri út líf þitt til annar einslinga, hver væri svo skilaboð? Já. Já. Ég myndi óska þess að ég hefði getu sem ég hef ekki til að maður geti alltaf minnt fólk á að það er alltaf von í lífinu. Alltaf von. Sem stundum er endurskilgreind, en það er alltaf von. Alltaf von. Alltaf. Sama hvað bjóðar á. Já. En það getur maður ekki alltaf sagt við fólk, en ég myndi óska þess að ég geti alltaf komið þessu til skila. Því ég held að allir hafi prófað það að missa vonuna einhvern tímann. Ég held að allir lendi því bara nokkur sinnum á ævinni. Það er alltaf von. Það er alltaf von. En maður búið að sanna það fyrir okkur. Ég held að sé merkingafullt að enda þetta þessum orðum. Er það ekki bara? Ég held það. Ef við ekki svona lifta 93? Jú. Ég held það. Ég held að við verum jú, klársmál. Það er markmið, sko. Það vonandi bara alltaf. Já, einmitt. En elsku frendi, Spenni, takk kærlega fyrir að gefa þér tími í spjallið og gangið þér vel. Minn var heiðurinn. Takk fyrir. Takk kærlega.